Nú erum við á undadagskrá, það truflar rosalega svíjan í mér. En, já, teygja? Já, getur ekki gert það á slakinu? Ég ætla að bara vinda mér yfir í fyrirlestur heilsugátt og við aðeins breytum hérna planinu. Pítsur, kaffi og sódavatn kemur eftir smá stund og ég ætla kannski aðeins að byrja bara á fyrirlesturinn þangað til að það kemur. Hvernig líst ykkur á þetta annars? Hingað svona so far. Já. Ég vanur að segja alltaf frá þessari skemmtilegu sögu. Þið hefur örugglega heyrt hana sum ykkar, en hún bara svo skemmtileg. Þegar ég var í Lundi, þá var það þannig að við unnum með skjáborð, alveg svo hérna, nema það að það var einn dálkur sem datt alltaf út fyrir tölvuskjáin. Það truflaði rosalega vinnuna á deildinni, það hægði á okkur, að við þurftum alltaf að skrolla og kíkja aðeins til hliðar. Þannig að ég sendi post á sænsku til IT-hópsins á sjúkrahúsinu, bað að hvort ég gæti ekki laga þetta litla atriði, myndi skila okkur heilmiklu. Það liðu 2 ár. Þangað til ég fekk svarið 10 VR, eins og svíinu segja, og svarið var já, það vantar bara það, þetta er fyrir jóbyggt. Það var, sem sagt, svarið var þetta kostar mikið, við ætlum ekki að gera þetta, takk og bless. Á Íslandi hérna, þá fer ég yfir í Birkiborg, þar sem að foreldrarnir eru fyrir heilsugáttina. Ég bið að gera svona hlut þegar búin að það á 5 mínútum. Eða daginn eftir og það kostar 0 krónur. Þetta er kjarninn, þetta er lykillinn að því að heilsugátt að ganga svona vel. Við erum með foreldrar á staðnum, við gefum þeim daglegt feedback, þannig að þeir vita upp á hár hvað við viljum og við getum matað með hugmyndum sem koma beint frá gólfinu. Þannig að klínikinn og foreldrarnir standa hlið við hlið. Þetta er lykillinn að því að við erum að þróa heilsugátt svona hratt eins og við höfum séð núna síðastliðin ár. Við tælum okkur þróa alltaf 20-30 hraðar og ég veit að Björn Jónsson hefur sagt þessa tölu, þannig að þetta er ekki bara ég að bylla. Aðalmáli er að við þróum miklu hraðar með þessari nánd við klínikina. Og það gefur okkur tólin sem að eru... Kostar samt ekki 0. Kostar ekki 0? Nei. Það gefur okkur tólin sem ég ætla að kynna núna þessu fyrirlestri. Og við höfum heyrt á göngunum að það sé ánægð með það sem við erum að gera. Það endurspeglast í lítilli könnu sem við gerðum hérna í haust, þar sem að 100 læknar spítalana svöruðu 96% eru ánægðir. Vanalega fá IT-kerfi á spítalunum fallingum, þannig að við erum mjög ánægð með þessa tölu. Heilsugátt byrjaði 2009, var ansi frumstæð á þeim tíma. Það var hægt að gera einfaldar beiðnir, það var hægt að kíkja á rannsóknarniðurstöður og ég held að engan hafi grunað á þeim tíma hvað heilsugáttur myndi síðan verða af. Það kom einfaldlega á daginn að það var einfalt að þróa í þessu umhverfi. Fyrsta lagi þá er heilsugátt þrói í browser sem er mjög nútímaleg aðferð. Browserin eins og það við séð er náttúrulega orðið algjört trölla ofur tól. Það er hægt að gera allt í browser í dag. Og það munar því til dæmis að þegar við uppfærum heilsugátt þá farið þið og ítið á F5 og þeir eru komið með nýjustu útgáfu. Í staðinn fyrir að þegar önnur kerfi eru uppfærð þá tekur það kannski klukkutíma og 3000 vinnutölur spítalans eru lagðar á hliðina með það. Og þannig reyndist þetta vel og það var farið að skoða skjáborðin. Það var farið að þróa þau inn í heilsugáttina. Og núna 9 árum seinna eru þau orðin svona. Þetta er eins og Björn sagði kjarnatól í flestum deildum. Þetta gefur okkur yfirsýn og upplýsingar á einum stað sem eru lykillinn að sjúklinga því að sjúklingaflæði gangi hratt og vel. Það sem við erum að þróa núna er svokallað mitt skjáborð. Þá er hugmyndin að hver notandi hafi sitt skjáborð þar sem hann hefur lista yfir þá sjúklinga sem hann er að vinna með. Það er ekki endilega sjúklingar á deildinni heldur sjúklingar sem hann er að vinna með. Það getur verið læknirinn á kvöldvaktinni sem hefur þá yfirsýn yfir sjúklingar sem hann þarf að fylgja eftir.
eða hjúkrunarfræðingurinn á vaktinni sem hefur sjúklingana á teyminu sínu, eða hvað það er. Og ekki bara eru þá með upplýsingaborð, heldur erum við með líka stjórntæki þegar við getum gert beiðnir af skjápunum, við getum gert nótur eða við getum sett inn lyf. Þannig við lítum svolítið á þetta eins og flugstjórnarklefa, þar sem að allar upplýsingar eru á einu stað og stjórntækin öll innan handar. Það flæði sem ég vil vinna í. Ég vil geta unnið hratt og vel með sjúklingavinnunni í tölvunni og farið svo að sinnt sjúklingunum hjá sjúklingunum. Það mitt skjáborð. Dæmi, við erum að gera núna lyfjafyrirmæli beint í Heilsugott, þannig að ég get til dæmis fara á þetta skjáborð, ég geti smellt á takka, þá opnast gluggi til þess að setja inn eins og sýklalyf fyrir sjúklinginn. Hjúkrunarfræðingurinn sér á sínu skjáborði 7 fasta lyfjagjöf framundan, 1 startlyfjagjöf, það þess að gjöf sem þarf að gefa strax, og 2 PN-lyf. Smellir á þetta, fær upp lyfjalista sjúklings, staðfestir það gjöfu lyfs og málið dautt. Allt gert í Heilsugott. Það ekki búið að leysa öll flækjustig samt með þessu, því að það annað sem við gleymum. Það það að á bráðamörkum til dæmis eru þessar bláu möppur sem við þurfum að finna til þess að læknir geti gefið lyfjafyrirmælin. Og það tekur hjúkrunarfræðingur sem oft stattur á bráðamörkunni talsverðan tíma oft að finna læknir sem einhvers staðar að sína sjúkling. Og hjúkrunarfræðingur þarf fyrst að finna möppuna, fara svo að finna læknin, biðja hann að skrifa lyfjafyrirmælin og svo að gefa lyfið. Hvað ef við getum gert þetta svona? Hjúkrunarfræðingurinn sendir skilaboð að læknin, getur ekki verkjalyf, læknirinn svarar, japp, ekkert mál. Og lyfið komið inn. Þarna erum við fann að spara tíma, þarna erum við fann að eyða sóun. Ég held að með segja kannski hefðbundin tími á að gefa lyfin í gegnum bláu möppunar og finna lækninn og allt þetta sé kannski 5 mínútur. Að gefa þetta gegnum skilabúin 30 sekúndur. Ég sé að Gunnhildur kíkar kolli en hún sammála. Og við erum með 200 sjúklinga ofta á sólarhringa bráðamóttökunni. Segjum svo að hver sjúklingur fái 2 lyf á vaktinni. Þá erum við komið með 400 lyfja að gefa punkta og við erum þá reikna þá út að við erum að spara 30 klukkustundir á sólarhring úr sóaðri vinnu, bara við lyfjagjafinar. Þetta dæmi það hvernig við erum að effektivisera, hvernig við erum að lína ferla með tólum, nútímalegum tólum. Og notabene þetta mun virka út á deildum líka. Þetta verður hægt út á deildum líka. En línfræði hafa sagt að 35% af tíma starfsfólks, 35% lab og leit. Þið þekkja þessa tölu. Þetta 1/3 af útskriftarárgangi hjúkrunarfræðinga. Þetta 1/3 af hjúkrunarfræðingum spítalans. Og hvað stærsta vandamál spítalans í dag? Skortur á hjúkrunarfræðingum. Þú erum að fara ómikið á Trump. En punkturinn að við erum með heilan her af fólki sem að labba og leita og við getum eitt þessu. Eða við getum alltaf að minnka þetta. Og það alltaf háð því að við spilum rétt og spilunum. Annað dæmi, röntgenlæknir á vakt, Ásgeir Löfve. Hann fúll á svipuna því að hann þarf að hringja mjög mikið í lækna sem að senda honum beiðnis. Og hann þarf að spurja það hvað meinar með þessari beiðni, hvaða rannsókn vilt eiginlega fá og svona. Það tekur hann ótal marga mínútur oft að hafa upp á lækninum, að hringja í læknin, finna númerið, að reyna að ná sambandi, oft slökkt á símanum þeim sem að sendi beiðnina. Þannig að hann eyðir, og þeir segja mér þetta röntgenlækni, ég held að Maríanna geti staðfest þetta, að það fer fullt af tíma hjá röntgenlækni í það bara að finna og að labba og leita. Ásgeir geti í staðinn sendt skilaboð. Og þetta hann byrjar að gera. Þegar ég á vaktinni þá sendir hann mér skilaboð og lætur mig vita. Eða ég sendi honum skilaboð og spyr hann hvað sér það á CT-inu, eitthvað sem ég þarf að spá í. Svona þetta að gera fullt af hlutum með skilaboðkerfið. Anna. Þetta samt ekki verið að róta vandans sem agaleysi að fylla út beiðnir, skilur. Já, samanlega það. Það komin inn á kúltúrin og
það alveg rétt. Það kúltúr í gangi, en eins og ég mun koma að segja, ég held að kúltúrinu hafi orðið til miklu leyti vegna þess að kerfin eru óþjól. En það annað mál. En síðan skilaboðakerfi getum við tekið við flutningssjúklinga á deildum. Þannig að þessi flækja með að senda sjúklinga á deildina, röntgendeild og svo tilbaka, þetta var að leysa með skilaboðakerfi. Þetta getur þið farið út á deildinar og breytt í dag eða morgun. Vaktmenn að sækja sýni, það eru 2 mínútur oft sem farið það að hringja og biðja að sækja sýni. Í staðinn getið þið sendt skilaboð á vaktmenn. Nú, hópskilaboð getur breytt öllu fyrir spítalann. Þegar kemur hópslys, það kannski 30-40 mann slasaðir í einhverju stóru slysi, þá þarf að rýma á spítalanum, þá þarf að búa til stæði og fólk þarf að lesa leiðbeiningar til að fara yfir áætlunina hvernig á að bregðast við. Og það vill oft verða að fólk veit ekki hvar skjölin eru þegar á reynir, ekki nema stjórnendur, en svona hinn almenni starfsmaður ofti vandræðum að finna þetta. Hvað ef að Páll sendi þá bara skilaboð á allan spítalan? Slys, væntanlegt, spítalinn settur á neyðarstig, miðsæla skoði strax leiðbeiningar á XXX. Ok, fólk byrja strax að rýma, les leiðbeiningarnar, allir synkroníserar á spítalanum. Já. Það viltu klára? Það fyrir eftir klukkunni, núna, að sleppum núna. Bara af því að ég skal viðurkenna það að við notum ekki skilaboðakerfi mikið á röntgendeildinni, mættum gera miklu meira af því. Hægt að skilgreina eins og til dæmis innan deildarinnar sem skilaboð á ákveðna rannsóknarstofu, það þetta alltaf vera persóna. Þú ert aðeins á undan mér. Ok. Og önnur spurning líka. Það verður svolítið að maður sé við tölvuna. Þú ert aðeins á undan mér líka. Þú ert aðeins á undan mér. Leið mér bara, ég kem að þessu. Einlandastjórar í miklu samskiptum við deildastjóra, yfirlækna, allt til þess að reyna að finna pláss og stæði og vita hver að fara að útskrifast. Þeir gætu nota skilaboðakerfið til þess að synkronisera sig. Þetta til í dag, þeir þarf bara að byrja að nota það. Nú, en það ekki svo auðvelt að nota skilaboðakerfið ef það eitt flækstu í þessu líka. Við þurfum alltaf að finna hver hinum einn á endanum. Þannig að ég þarf að finna út að hvort það sé áskilja einhver annar röntgenlæknir á vaktinni. Það tekur tíma, við viljum eyða því. Og þá komum við að öðrum, að það væri miklu auðveldar að senda, bara eins og Marina segir, á röntgenlækni á vakt. Í staðinn fyrir áskil, þá sendi ég á röntgenlækni á vakt og hann svarar mér. Og þá komum við að verkefni sem snýr að skilgreindum vaktþjónustum. Þar hugmyndin að taka alla þjónustu spítalans og skilgreina þær á hvaða tímum starfa er, hvernig þetta ná sambandi við þannig að kerfið, heilsugáttin veit hvert á að senda skilaboðinu. Og þá get ég runni, farið í skilaboðkerfið, valið hérna einhverja þjónustu í staðinn fyrir persónu og sendt skilaboðin þangað. Og það mun einfalda verulega þetta ferli held ég, og þá getum við sendt ekki bara á vaktandi röntgenlækni heldur, þá getum við sendt á til dæmis blóðbanka. Við veitum ekki hver að vinna blóðbankinu, við sendum bara blóðbanka. Eða við sendum á vaktandi lífeindafræðing, getur við bætt við blóðprufum. Það ekki ykkur út. Nú, spurning til ykkar, hafið þið notað skilaboðakerfið? Má ég sjá hendur? Bara, já, vá, ok, þetta reynda meira endur en ég held. En samt ekki nógu margar, því það þýðir það að ef ég sendi þér skilaboð, þá munum þau aldrei vera svarað. Og það vandamáli sem allir tala með skilaboðakerfið, að þeir geta ekki treyst á viðtöku. En það breytist í dag, þegar nú þið ofanundur að fara að kynna skilaboðakerfið upp á öllum deildum. Það ein lausn, en betri lausn, tæknilausn sem við ætlum að stefna að vinnuhólf. Vinnuhólf mjög spennandi verkefni sem mun breyta miklu. Við ætlum aðeins að gefa mig tíma að kynna ykkur það. Eru pítsun að koma annars? 23 sekundur. Hver einbindingin ykkar á skalanum 1-10 núna? 7, ok, það spennað í honum. 2. Þú svo langt frá hérna loftintakinu. Þetta alveg svona salur að það hefði átt að leyfa að taka með súrunniskúta,
Er þá 5 sekúndur núna eða? Já, með finn ekki lyktina. Heyrðu, ég ætla aðeins að segja ykkur frá vinnuhólfi. Það gengur út á að við tökum á móti tilkynningum, skilaboðum, óstaðfestum hluti sem það er að fara yfir og fáum allt í eitt stað, eitt vinnuhólf. Og við notum push notification til þess að taka við því. Þið þekkið úr Facebook umhverfinu, þið fáið rauðan blikkandi takka þegar eitthvað að vera. Á sama hátt sjáum við fyrir okkur, ég er með 0 áríðandi skilaboð, ég er með 8 venjulega hluti sem það er að fara yfir og ég er með 5, þetta eru 0 óstaðfestar rannsóknir, 8 óstaðfestar ekki áríðandi rannsóknir og svo 5 skilaboð. Þannig að ég fæ blikk í tækið mitt og að sjálfsög viljum við í framtíðinni að þetta verði sími, kemur því síðar. En í heilskáttin allan getum við séð fyrir okkur þá kemur blikk á skjáin sem lætum við vita að ég á óleyst skilaboð. Og síðan munum við gera svokallaðar keðjur viðtakanda. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur með dæmum. Ég panta tölvusneimt á Höfði. Ég fæ svar tilbaka og það stoppar í mínu vinnuhólfi í 24 tíma. Eftir það fer svarið áfram á yfirlækni minn á deildinni sem hefur líka 24 tíma sem fara yfir svarið. Ef hann því ekki, þá fer svarið á sérstakan ímyndaðan rita lækningaforstjóra þar sem við vitum að svarið yfirfærið daginn eftir. Þannig er gulltryggt að rannsóknar niðurstaðan fer alltaf á einhvern aðila á endanum. Það týnist ekki, það fer ekki svartið. Tökum áríðandi niðurstöðu, tróponín, mjög áríðandi að sé sinnt strax. Læknir sem pantar rannsókn hefur 3 mínútur til að fá að lesa svarið. Forvægt hjarta fær síðan svarið áfram, sent í sitt vinnuhólf. Næsta vinnuhólf er bakvægt hjarta, 5 mínútur þar. Ef það næst ekki að svara þessum 13 mínútum, þá fer það skiptubori sem hringir út eftir gömlu leiðinni. Með þessu þá erum við að gulltryggja að niðurstöður berist alltaf á endanum og við getum líka tryggt að það komist hratt til skila. Þetta þýðir það til dæmis að ég get farið í sumafrí og ekki haft áhyggjur af því að ég sé að týna einhverjum niðurstöðum á meðan. Og eins og hefur oft gerst. Eða deildarlæknir getur farið á næstu deildi í sinni rótasjón og verið öruggur að það komi ekki einhver túmórmarker á vinnulistans sem enginn sér fyrir 6 mánuðum seinna. Þetta hefur gerst. Við vitum alveg, við erum að týna niðurstöðum. Það er ekki vegna þess að við viljum það, erum að reyna, það er bara vegna þess að kerfin er ekki að vinna með okkur. Þess vegna held ég að vinnuhólf munu koma í veg fyrir svona fréttatilkynningar. Nú, hvað segir pítsan? Varst þú að koma með pítsunar? Kemur hann bara í pítsun? Bara í pítsu. Heyrðu, ég ætla að Hvað segir hann? Þið bara látum við vita á pítsavegnum. Nú, þegar við getum verið öruggum viðtökum, þá opnast alls konar möguleikar. Til dæmis, við getum farið að senda á blóðrannsókn, þar að bæta á sýni. Af því við vitum að þetta berst, þetta kemst til skila. Við erum ekki að senda út í svarthólið. Eða við getum senda vaktmenn, við erum að sækja mænuvökvarsýni. Ég hef engar áhyggjur að þetta berist ekki. Þetta kemur á endanum. Hjartalæknir getur fengið niðurstöðuna sína að senda beint úr rannsóknarkerfunum. Það er að segja að það er engin mannleg hendi sem kemur á niður. Þetta er bara rannsóknarkerfin senda beint á. Þar erum við að opna alls konar möguleika. Og þar komum við inn á svokallaða regluvél. Ég ætla að taka eina spurningu á því þetta áfram. Er ekki vaktmennir núna með eitthvað hægna? Jú, ég skilist það. Gylfi er... Gylfi með það, já. Nú við erum að nota handgóks. Já. Ég trúi að svona kerfi getur tekið yfir það. Ég er að tala um framtíðarsýn, það er svo aftur á því. Þetta er ekki eitthvað sem getur byrjað á morgun.
Þetta framtíðarsýn sem að við getum farið á ef við spilum rétt úr spilunum. Má ég segja eitt með Hagvald, þegar við reyndum að nota það talsvert á bráðum, til að kenna að það sænast út í öllum uppfærslum og öllum enduræsingum klukkan 6:30 á nóttina og enduræsi ekki, þá veit kannski einhver sem að var á vaktinni ekki notendanafnið inn í þetta til að opna það aftur og það var vandræðapunkturinn á bráðum. Hangout. Getur þú útskipt fyrir okkur hinn sem vitum ekki hvað þið að tala hvað þú meina? Hangouts eitt af mörgum samskiptakerfum sem til. Þetta Google-kerfi sem sagt. Og það þegar auðvelt að setja það upp á tölvunum þá hefur þetta verið notað svona sem innan úr samskiptakerfi á mörgum stöðum. En það náttúrulega netspjall. Já, annars vegar Facebook at Work að taka yfir þetta þegar það kemur og svo skilabóðkerfi meira að hugsa sem samskiptakerfi fyrir klínikina. En regluvél. Ég ætla bara að byrja á regluvél eftir pítsu. Ég ætla bara að segja stopp núna og höldum áfram eftir pítsu. Jæja, allir komnir? Saknið einhverja lykilpersóna? Þá byrjaði. Heyrðu, fyrstalega, ég ætla bara að segja ykkur að ég gerði ráð fyrir 3 sneiðum á mann fyrir 130 manns, þannig ég veit ekki alveg á hverju það fengum ekki allir, en ég bara biðst afsökunar á því. Hvað sagði? Ég verð bara að splæsa okkur eitthvað næst, eitthvað annað. We're not here for the pizza. Nei, mitt nákvæmlega Maríanna. Ekki ég fyrir pítsuna. Heyrðu, þá ætla ég að halda fram. Ég var að tala hvernig rannsóknarkerfin getur sendt út skilaboð, látið vita niðurstöður og þar kemur að regluvél, afskaplega spennandi verkefni. Það sem að regluvél gengur út af stuttu máli að við erum með svona róbot eða einhvers konar heila í kerfinu sem að fylgist með öllum parametrum á spítalanum. Það getur verið lífsmör, það getur verið rannsóknarniðurstöður, röntgenniðurstöður, blóðprufur, komur, hvað sem það heitir, ICD-kóðar. Og dæmi gæti þá verið sjúklingur kemur inn á bráðamóttöku sem ekki með milta, það skráð í ICD-kóðunum. Og sjúklingur reynist verið með hita, mældu með hita í tríasinu. Þá fer regluvélin af stað. Þetta sjúklingur sem í 50% líkur að fara inn í sepsis á stuttum tíma. Og regluvélin sendir skilaboð á húsvaktina á bráðamóttökuna og lætur vita að það sjúklingur sem þarf að sinna strax. Sjálfvirkt. Annað dæmi regluvél. Við erum með blóðræktun, þar sem að kemur ljósa það ræktast baktería sem matchar ekki við sýklalyfið sem var gefið. Þá fer regluvélin af stað, sendir skilaboð á smaktandi smitlækni sem að fer og skoða máli strax. Það sýnt sig á svona regluvélar á sjúkrahúsum erlendis sem þær hafa verið innleiddar að þær hafa lækkað dánartíðni í sepsis alltaf 40%. Ef það kemur eitthvað lyf sem að lækka dánartíðni 40% þá verður það á forsíðu allra fréttablaða. Skilaboðkerfin nær líka út í heilsugæsluna. Ég veit ekki hvort þið hafið átt ykkur á því. Þið getið sendt hjúkrunarfræðing, ritara eða heilsugæslulækni einhvers staðar á landi skilaboð. Þið getið sendt á alla sjúkrastofnanir. Ef eru læknir á sjúkrahúsinu Ísafirði getið sendt honum skilaboð. Stofunar eru smá saman að tínast inn í heilsugáttatengjinguna og eins og Björn kom inn á áðan þá eru að tala svona netbankatengingu þar sem að stofulæknar geta tengst heilsugátt hvað sem Og þar með getum við sendt skilaboð á stofunar. Já, það í leiðbeiningunum. Og það skilaboðkerfið þegar byrjað að skila árangri út í heilsugæsluna. Ég veit að heilsugæslulæknar eru fannar að senda sérfræðingunum okkar hérna á spítalanum. Ég heyrum tilfellum daginn þar sem að var rætt, hann rætti við taugalækninn okkar setja höfuðniðurstöðu og við spörum flutninga sjúkling í bæinn. Nú konar svo margar hendur. Þið vitið, ég bara segja ykkur að það koma líka spurningar umræði í lokin. Hvað segir þið? Heimahjúkurinn, ef hún tengd sögu þá á hún að vera inni á. Það ekki það sama. Nei, Gunnhildur með það. Og talandi Gunnhildi, hún hérna. Þetta verkefni sem við erum með á bráðamóttökunni í dag. Það sem að við
sjúklingar sem koma á bráðamóttökuna með heilsugæslu vandamál, þeim vísað frá á heilsugæslunni Grávegi. Þetta samvinnuverkefni sem við notum skilaboðakerfi til þess að hafa samskipti okkar á milli. Spara flækjustig til tímtölum, en þetta aðalega demonstrerar hennar möguleika að geta sendt út fyrir spítalann. Hérna þess að Gunnhildur að senda og óför læknir upp í heilsugæslunni svarar. Óðbúðslega spennandi. Við getum haft spjallrásir og við getum haft spjall fyrir kennitölu eða sjúkling. Þannig að ímyndum okkur teymi sjúklings, læknar, hjúkrunarfræðingar, sálfræðingar, sjúkraþjálfarar, allir sem að sinna sjúkling og heilsugæslan, þeir geta rætt saman sjúkling. Hérna er Anna Björg læknir með Jón Jónsson læknir á B4. Spekulum sínir ekki blæðingu í stefnum og úrskrift eftir 2 daga, þarf að fylgja eftir hyponatremíu. Taggar innkirtlalækni og innkirtlalæknir á vaktinni er þá Rafn Benediktsson af því að hann er skilgreind vaktþjónusta. Hann svarar vökvarestriktsson í kvöld, má byrja að drekka í fyrramálið. Taka næringarfræðing sem segir, taka næringarfræðing sem svarar hérna kemur ræði við sjúkling eftir hádegi og hér er Nína ímynduð hjúkrunarfræðingur í heilsugæslunni. Höfum bókað tíma hjá lækni 10. október, heimilorgun mjög lítið við morgunni. Svona með því að spjalla við heilsugæsluna er rauninni komið með farveg fyrir tilvísanir og við getum fara að útskrifa fyrr. Hyponatrem er eitthvað sem að sjúklingurinn oftast orðinn rólfær og góður seinustu 2 dagana en við viljum ekki alveg sleppa og þau viljum sjá að natriumgildir sé komin á rétta stað. En við getum sparað þessa 2 daga, við vitum að heilsugæslan fylgir þessu eftir. Hvað er stærsta vandamál spítalans í dag? Fyrir utan skort á hjúkrunarfræðingum. Fráflæði, já. Hvað er gott að gera þá? Stytta útskriftir. Efla heimilorgun, já, líka. Nú, þetta er mynd sem að gerir flesta geðveika. Alma er strax komin í síkósu. En þetta er raunveruleiki sem við stöndum frammi fyrir. Þegar ég fer yfir vinnulistana, þá stend ég í þessu stappi. Ég þarf að klikka á fullt af listum. Ég er með 3 vinnulistar sem ég þarf að fylgjast með. Eftir vaktina þá fara kannski svona 30 mínútur, 40 mínútur að fara yfir rannsóknarniðurstöður, óstaðfest blöð og svo framvegis. Og það er endalaust að músa klikkum. Fara í gegnum þetta, smella atrið, opna, skoða, staðfesta, fara tilbaka á listan, fara í næsta lista og svo framvegis. Þið þekki þetta. Þetta er algjör klikkun. Og ég reiknaði út, grófnálgun en enga síður, að 15 stöðugildi sérfræðinga spítalans eru fastir í því að fara yfir vinnulista. Og þetta hefur áhrif á kúltúrinn sem að Alma kom inn á hérna áðan, að ég til að ástæð fyrir því að margir læknar hafa gefist upp á að fara í vinnulista er að þetta kostar svo mikla vinnu. Þeir hafa ekki tíma fyrir þetta. Og við vitum að það er til ósend læknabréf frá 2002. Það er til vinnulistar með 900 uppsöfnuðum atriðum, óyfirförnum atriðum. Þetta er ekki vegna þess að læknarnir nennir sig ekki, það er bara að þeir hafa ekki tíma fyrir að músa klikka sig í gegnum þessa lista. Þessu viljum við breyta. Vinnuhólf gengur líka út á að sameina alla vinnulista í einn sameinan lista. Þar sem við sjáum niðurstöðunar á skjánum og staðfestum jafn óðum. Þetta einfaldar verulega yfirferð á vinnulistum. Og við getum snúsað atrið. Þannig að ef ég til mig sem er lungnamynd þess að stendur, það gæti verið túmor, mælt með kontrolmynd eftir 4 vikur. Þá snúsa ég hérna vel að geyma því 4 vikur. Eftir 4 vikur þá birtist það aftur í vinnuhólinu mínu og lætur mig vita að þú ætlar að kíkja á þetta. Þetta eyðir öllu þessum tossamiðum sem við erum endalaust að skrifa til þess að muna eftir hlutum. Nú, þetta er vinnuhólfið. Og það eru fleiri en við sem að glíma við músaklikk. Þetta er bráðalæknir í Bandaríkjunum sem að gerði smá talningu á vaktinni á sér. Hann klikkaði 4000 sinnum á músin á vaktinni. Hann eyddi 60% cirka tímanum sínum við að sinna tölvunni. Og þetta er það sem við þekkjum öll. Það er sama við hvernig talið. Það eru flestir að tala það að við erum allt og mikið við tölvunni í dag. Og meðan allt sem að skipta máli gerist inni hjá sjúklingunum. Og það er eitt af mínu markmið með vinnu minni í heilsugát að koma starfsfólki aftur til sjúklingana frá tölvunni. Við höfum að vera að lækna sjúklinga, ekki tölvur.
Nú, þá ætla að tala tímalínu. Tímalína verkefni, þið þekkið hana flestið það ekki. Það einhvern sem þekkir ekki tímalínu. Nei. Að tímalínu þá tökum við saman öll atriði sjúkraskránar á einn samfelldan lista, altså við lesum sjúkraskrána eins og bók. Þetta ólík nálgun frá því sem hefur verið, það sem við flettum gegnum blöð sem eru hólfa skipt í lotur og við þurfum að klikka endalaust til þess að komast í gegnum sjúkraskrána. Þessi hólfun hefur skapað vandamál. Það hafa verið tilvik sem hafa verið atvikaskráð, það hafa farið tilvik upp í rótargreiningu. Ég get sagt ykkur frá tilviki þar sem að sjúklingur lagðist inn á deild, farnaðist frekar illa á öðrum degi, það kom í ljós að hjúkrunin hafði samviskusamlega skráð að ástandið væri versnandi, engin læknir sá þetta vegna þess að þetta var í öðru kerfi. Þetta er þessi hólfun upplýsingar sem við eyðum með tímalínu vegna þess að allar stéttir skrá, að við sjáum nótur frá öllum stéttum á einu stað. Og tímalína, þegar þessi hólfun upplýsingar hefur líka skapað við svona kúltúr sem við þekkjum sem copy-paste kúltúr. Og þetta nú kannski öll jöfn eitthvað sem við myndum ræða á ársþingi bókasafnsfræðinga, svona skráningu og svona, en þetta skiptir samt máli fyrir okkur. Tökum dæmi, hérna bráðamóttökuskráin. Þín nota hvað gerðist og svo kemur svar úr CT tórax og CT vinstra hné, þetta er alveg 50% nótunni. Gott og vel, ef ég sé bara þessa nótu þá er þetta fínt. En á tímalínu þá sé ég þetta allt. Þá CT svarið við hliðina á nótunni. Þá þetta bara copy-paste. Þetta tefur mig sem að reyna að finna aðalatriðin í sjúkraskrána. Ég að lesa í gegnum einhver rannsóknarsögur eða heilsufarssaga sem endurtekin trekk í trekk, sami listin í fullt af nótum. Það myndi enginn lesa bók þar sem maður kemur sama málsgreinin fyrir aftur. Og það sem þetta gerir líka er að ég veit ekki hvort þið áttu við á því, þegar maður copy-paste þá gerir maður frekar heilalist. Daginn sá ég nót það sem að heilsufarssagan 15 atriði. Eitt af listanum var gallblöðrutaka fyrir nokkrum árum síðan. En sjúklingurinn fór samt í ómskuruna gallblöðru kvöldið. Hvað segja það okkur? Við gerum þetta heilalist og þannig að ekki hægt að treysta á þessar upplýsingar. Og sama ég hef séð lækna með mér á vaktinni sem að skrifa upp blóðrannsóknir. Skrifa upp tölugildin alveg eða kannski 5-10 mínútum eða 20 manns á biðstofunni. Þetta á ekki að þurfa, í tímarinni þetta allt lifið líf. Ég vil frekar sjá túlkun. Hvað þýðir það að sjúklingurinn sé með 25% hvítum blóðkomum? Jú, það þýðir að hann er líklegast með sýkingu. Ég ætla að setja sýkingu. Þetta er túlkun. Það er það sem ég vil lesa, ekki copy-paste af rannsóknarniðurstöðum. Maður sér það svo vel þegar maður fyrir að lesa tímalínu. Það er eins og að sjá, þá sér maður skóginn fyrir trjánum. Þá sér maður þetta copy-paste. Þá sér maður hvað þetta er ábyrgðandi. Þess vegna er tímalína svo mikilvæg að við ætlum að eyða þessum kúltúr og gera sjúkraskrána styttri og innihaldsríkari. Gæðin verða meiri. Læknabréf. Allt þetta sem ég er búinn að segja er kjarninn í því sem við viljum gera með læknabréf. Við viljum breyta í þannig að í staðinn fyrir að taka copy-paste í löngu, kannski 2-3 blaðsíðna læknabréfi, þá getum við fókusað á að skrifa bara útskriftar hluta. Þetta er sama texti sem að skipta mestu máli. Heilsugæslan hefur fullan aðgang að tímalínu og allir sem hafa aðgang að heilsugæslan. Heilsugæslan er miklu meiri áhuga á því hvað gerðist í örstuttu máli, hvernig var meðhöndlun og hvað á ég að gera. Það er það sem heimilislæknirinn gerir þegar hann tekur á móti bréfinu. En í dag erum við sem sagt að eyða fullt af klukkutímum í það að skrifa svona copy-paste læknabréf. Það er ritara sem eiga tíma í þetta, það eru læknar sem eiga tíma í þetta, það þarf að senda bréfið. Í heilsugæslunni eru ritara sem taka móti þessu, læknar sem að lesa yfir þetta. Það er fullt af sóun. Þessu viljum við eyða og breyta í útskriftarnótur. Ef við síðan sendum þetta á heimilislækni sem með mér svona muni eftir vinnuhólstökkunum sem sýndi á hann. Ímyndið ykkur að kæmi bara pling í glugganum hjá heimilislækni sem lætur vita að það var útskrift af sjúklingurinn þinn sem var með samlagi útskrifast af spítalanum, hann er kominn heim og svo opnar hann plingið og sér þá link inn á tímaröðinni okkur þar sem hann les fyrst útskriftarnótuna og svo allt hitt sem ef hann vill lesa meira leguna. Þetta er miklu eðlilegra heldur en að senda risastórt læknabréf. Nú, svo kemur að skemmtilegum. Þetta er skráningaviðmótið sem við viljum
fara að breyta. Fyrsta lagi ætlum við að skrá í tímalínu og við viljum skrá í einn textareit. Það sparar okkur þessi músaklikku að fletta milli reita. Við viljum setja grafískt flýtitextaviðmót sem virkar svona að ég smetla á takka til þess að búa til texta. En í staðinn fyrir að skrifa langar raunir þá smetla á takkan og þá verður til texti á mun styttri tíma. Þetta hægt að gera fyrir alla staðlaða vinnu. Ef ég að skoða sjúkling, ef ég að taka sögu fyrir brjóstverk, eða ef að röntgenlæknir að lesa úr mynd, lúnamynd, þá getur hann ítast takka búið til nótu strax í staðinn fyrir að diktera. Þannig að ég sitt að bráðamöndukun að hlusta hérna í 5 mínútur á eitthvað diktat. Og skurðlæknar geta gert allan einfaldari aðgerðalýsingar býst ég við. Botlangataka, hægt að gera svona staðlaðan texta með því. Og það kemur inn á það að þetta líka tékklisti. Það er að segja að við búum til öryggi í tékklistaformati. Þetta ekki hægt að gera fyrir allan texta, þetta er vonlaust fyrir sjúkrasöguna en fyrir alla staðlaða vinnu. Þá við alla stéttir, hjúkrunarfræðingar eða sjúkrafjálfur eða hvað það er. Það spyrja, varpast þetta þessu inn í eins og upplýsingasafni hjúkrunar þegar rosalega bískan það er fólkinu á bráðamóttöku, það bara góðum fyrst eða endur á það? Sko, hugmyndin að þetta veri tól þar sem þú tekur textan og getur sett það inn í hvað sem er. Þannig að raunni... Er þetta myndi varpast þetta af því að þegar við byrjar að lýsa aðkvæmni í sögunni og svo varpast inn í fyrst eins og það er eiginlega... Sko, með þú getur tekið textan og þetta er hálf kjánulegt að segja þetta núna, þú getur kópírað textan og peista hann inn í en þú veist, það er eiginlega lykillinn að þessu. En þannig að svar er já, það er alveg sama, þetta er bara texti. Svo ræðið þú því hvar eru vist að texta. Nú ætlum ég að sýna ykkur svolítið skemmtilegt. Ég bara hlakka mikið til að gera það. Sjúklingur kemur inn á bráðamóttöku eftir að hafa dottið á steinvölu, punktur. Hefur aldrei lent í þessu áður, punktur. Þetta er raunveruleikinn, þetta er til í dag, þetta er að koma. Getið ímyndað ykkur hvað við verum miklu fljótar að skrá nótur. Þess erum við búin að byrja verkefni í áraraðir. Já, sko ég ætla að segja ykkur að vanalega þegar ég sýna þetta þá kemur svona stuna yfir salinn og hérna, ég heyrði nú einhvers innan. Það er spurningur frá hendi þá er Nancy að það snýrst sem þetta eitthvað frá heilsugaffari yfir sögubyrki talum það miklu auðvitað að fá okkar úrsögu yfir í heilsugaffari en það tróðum við inn í sögu. Þessi þróunin er ekki mikið í sögu. Hvað? Já, Þetta er ekki alveg rétt. hvað er... Það er bara að skoða hvað þarf að flæða á milli, sko. Hérna erum við komin á pólitík. Við tökum þetta þegar við hittumst. Og í byrjadaði, þetta er búin að einsku, það er að tala. Já. Það notar á sjúkrahúsmennetur, þetta komið það að maður getur bara að tala inn í sjúkrahúsmennetur. Ekki ennþá, þetta er það sem við erum að vinna að. Ég vona Það er einsku, það ekki? á ensku er það til, jú. Þetta nota mörgur rökkudeildum við það. Það er ekki vittar rökkudeildum. Það er fyrst að fara strax skrifa. Og þarna, það sem að gerist þegar maður býtir text í rauntíma, þú sér textan á skjánum, þá verður hann bæði styttri og innihaldsríkari. Þetta er sama lýsing á verk í bara 2 mismunandi útgáfum, það sem er dikteraður versus að vera gerður í rauntíma. Þannig að aftur erum við að stytta og bæta sjúkraskrána með þessum tónum. Annars spennandi verkefni er bifurlíkt að sjúklingar skrái nótur sjálfur inn í tímalínu. Sjálf mun það verða gert í gegnum veru, en allan er hugmyndin að sjúklingur geti setið til þess að biðstöðu bráðamóttökunnar og byrja að skrifa þar hvað gerðist í staðinn fyrir að segja söguna 2-3 sinnum þegar kemur inn fyrir og þá getum við lesið eigin frásögn sem var þá. Innskipta miðstöð geti haft gagn af þessu líka, þar sem sjúklingur getur fyllt út einhvers konar formi að tékklista og vistast inn í tímalínu. Þetta með skráningu sjúklinga ég veit ekki, það er svolítið háð landlækni með veru. Þannig ég get ekki sagt en þessi tól sem ég að sýna hvernig skrá inn, þau eru væntanlega mjög ráðlega.
Það sem ég ætla að segja hérna með þessu að ég settist niður og reiknaði líka aftur að við vitum að það eru skráð 1000 blöð á dag á spítalanum og hvert blað 140 og hver. Við vitum að svona venjuleg unglæknir skrifar 80 orð á mínútu. Út frá því þetta reikna að 15 stöðugildi lækna, unglækna, eru först í því að skrá nótur allan læknum. Þetta er hálfur útskriftar aðgangur. Ég veit að unglæknar sem að ég tala við, þeir segja allir að þetta er svona 60-70% af tímanum. Það er ekki rétt hjá mér. Þú voru náttúrulega ekki að segja nei, en þetta er bara staðinn að við vitum að við erum allt mikið föst í skráningum og þetta er hægt að laga. Það er rannsóknir sem styður þetta. Hérna er ein nýleg Medscape spent almost half of the workday on the computation. Þetta er alls þar. Það skemmtilega er bara að við getum breytt þessu. Hérna er ég að sýna ráðgjafaferli, hvernig við getum lagað það. Það eru cirka 60 ráðgjafir gerðar á dag. Hérna er hugmyndin að læknir skrifa dagnótu. Bæði er aftur að aukast eftir að stera voru drafmæni, hugsan að fara að aukast skamt aftur, því fengið aftur núna konsult. Í staðinn, í þessu heldunakerfi þá hringi ég, reyna að finna út hver er á ráðgjafavaktinni, ég hringi, bíð eftir að fá samband, hinn er ráðgjafavaktin oftast upptekinn eða getur ekki tekið símtali, gleymir að hringa tilbaka, alls konar fækjur. Og þegar ég loksist með sambandi þá fyrir að fara yfir allir svona söguna og útskýra fyrir henni og svo loksins skrifa hana langar ráðgjafarbeiðni flókið ferli. Það sem ég gæti gert í staðinn, ég færi inn í símaskrána þess að ég er búinn að skilgreina lungnavaktina, smella á lungu, sendi skilaboð eða erindi. Lungnalæknirinn fær link í tækið sitt, fær að vita að það er ráðgjafa erindi sem hann sinna. Hann fær jafnframt link inn á tímalínuna sem að færa hann hingað og sýna honum af hverju við erum að fá konsult. Getur svo á tímalínu lesið sjúkling. Tímalínan er byggð þannig að við getum oftast á 1-2 mínútum séð rólega hvað er núr eða hvers konar sjúklingur þetta er. Þannig erum við búin að stytta ráðgjafaferlið, já ég veit ekki, þetta er svona kannski 10-15 mínútum ferli í dag niður í 30 sekúndur. Og svo viljum við að því að heilsugatinn fyrir að tengjast heima frá, þá getum við líka beðið bakvaktinum að fara að hjálpa forvaktinu. Þannig að forvaktin getur sendið EKG heim og beðið hjartalækninn sem situr heima skoðað EKG, tekið áskoðun hvort það sé stemi eða ekki stemi. Í dag er það gert að Snapchat, ég hef heyrt að þetta er gert við Snapchat og ég skil það vel af því að það er ekki til neitt önnur lausn á ferli. Þannig að hjartalækninn hefur rauninni 10 sekúndur þess að ákveða ekki stemi eða ekki stemi. Ég ætla ekki að segja þessu stundað en ég hef heyrt the story says, hvað segir ekki því? Þetta er kannski svolítið á þeir sem kunna það. Nú, ímyndið ykkur bæklulæknir, situr heima, getur skoða röntgenmyndina, ákveðið strax hvort eða gera aðgerð, ekki aðgerð. Ef það er ekki aðgerð, getur sjúklingurinn farið heim að kvöldi í staðinn fyrir að liggja inn á deildinni og taka dýmætt pláss. Og heilsugæslan getur ákveðið, já ég veit að þetta er hægt með ljórum en það er hægvirt og ég getur fullt af margir læknar sem menn ekki ákveð. En heilsugæslan hefur náttúrulega aðgang þannig líka að bæklunum en að þeir til dæmis einhver læknir í hér eða með brot getur beðið bæklunum að kíkja á brotið. Þannig tekið spara sjúklingaflutning. Við ætlum að byggja hljóð og mynd á skilaboðkerfið þannig að það verður svona eins og Skype-kerfi nokkuð veginn. Þá eru opnast fullt af möguleikum. Við getum bara að gera konsult inn á spítalans miklu effektífli. Þegar ég er með útbrot af bráðamóttökunni þá bið ég útlækninn að skoða útbrotið í gegnum samtalið í staðinn fyrir að bíða 2 klukkutíma eftir að koma. Ef ég er með geðkonsult á einhverjum sjúklingi í sjálfsvísvöngli þá geti jafnvel bakvaktinn heima sitt og tala við sjúklinginn. Ef ég er með stróksjúkling mögulega sem að það er TPA þá getur taugalæknirinn skoða sjúklinginn og svo framvegis. Að lokum er eitt spennandi verkefni sem er framtíðarsýn en byggir á öllu því sem við erum að gera í heilsugæslu og tekur þetta svolítið saman. Endurgripunarferlið í dag er þannig að ég fer inn og sé sjúkling með
sendi síðan píp á 7 manns í endurlíkna teymi. Allir sjá pípið, hlaupa næsta síma, hringi skiptibúrið, fá sömu upplýsingar, fara svo af stað. Þeir mæta staðinn, sjá þar meðhverfis sjúkling, vita ekkert um hann. Þannig að 1 eða 2 úr endurlíkna teyminu fara aftur inn á næstu tölvu til að reyna að lesa þar sjúklinginn og þetta ferli í dag. Í staðinn getum við gert það þannig að ég fer inn á stofu, ég sé sjúkling meðhöndlulausan, með hann opinn í heimskotinu í símanum mínum, ég ít á takka sem strax ræsir endurlíkna teymið fram hjá skiptibúrinu. Það fara boð út til allra sem í teyminu. Þeir sé opna strax að þeim einhver svona mínimútgáfa af tímalínu í símanum. Og meðan þeir eru að hlaupa upp, kannski 2 mínútur fyrr, þá eru þeir byrjað að lesa sjúklinginn og vita strax þeir mæta hvað með þennan sjúkling. Eða bara hvort að þessi sé FME-sjúklingur eða ekki. Þetta hægt, þetta framtíð og það kemur að einu mikilvægu atriði, hindranir. Öll verkan eru hindranir. Hindranir fyrir heilsugátt eru fyrst og fremst innleiðing. Það erum við að lesa í dag. Ekki síður er það fjármögnun. Verkefnið undirfjármagnað miðað við ábútið eða öllu tól sem búið til, þá erum við að fá allt meiri pening. Og vantar pening til að fá fyrir forritara, vantar pening til að fá betri servera eða betri vélbúnað. Þegar þið sjáuð hæga tímalínu þá er það vegna þess að það vantar betri afkasta meiri tölvur. Ekki vegna þess að við erum að forrita það illa. Okkur vantar pening sem búið til app í snjallsíma, heimskoti snjallsíma og gera betur út af spjaldtölunar. Okkur vantar pening til þess að klára verkefnalistan. Við erum með cirka 100 atriði af verkefnalistanum okkar. Við náum að sinna svona 20 ári. Þannig að mín skilaboð, okkur vantar meiri fjármagn til þess að sinna þessu tóli sem þetta eins og vel smurt tannhjól sem að gefa fullt af flottum lykiltólum fyrir spítalann. Og ég ætla að vona að þið hjálpa okkur við það að tala heilsugott. Það væri mjög gott. Ég er búinn og takk kærlega fyrir að hlusta og takk kærlega fyrir að koma. Jón Hilmar ætlar að segja hérna örfátt í lokin.